Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir. Þetta er þátturinn þar sem við ræðum við fólk sem hefur reynslu á þeim málefnum sem eru til umfjöllunar hverju sinni. Í dag ætlum við að ræða málefni félagsbústaða og milliflutninga. En það er eitthvað sem við höfum kannski ekki rætt mikið þó við höfum oft fjallað málefni félagsbústaða, félagslega leigu húsnæðiskerfið í Reykjavíkurborg, en það eru margir sem eru á biðlista eftir leiguíbúð hjá Reykjavíkurborg, en svo einnig annar biðlisti þar. Og það eru þeir einstaklingar og þær fjölskyldur sem eru að bíða eftir íbúð sem hentar betur þörfum þeirra og eru á biðlista eftir milliflutningi. Og nýjustu tölur sýna að þetta eru rúmlega 300 einstaklingar á bið og það eru yfir 600 einstaklingar sem eru á biðlista eftir félagslegri leiguíbúð. Og í rauninni má segja að þetta séu svona, það er verið að bíða eftir svona sömu íbúðum og það er ekki nægar íbúðir í boði. Við vitum það og svona þegar ég rifja tilbaka að ég var 10 ára þegar við mamma fengum úthlutað félagslegri leiguíbúð í Efra-Breiðholti og mér minnir að mamma hafi verið að hugsa á þeim tíma því við byggum í allt öðru hverfi að hún hefði verið að hugsa og aðeins að hugsa sig og þá þarf dóttir mín að skipta skóla og þetta er dálítið kannski svona snögg breyting en að konan í símanum hafa alveg eiginlega verið að hvetja hana til þess að stökkva bara á þetta og grípa þetta og segja bara já. Og ég var einmitt að tala við mömmu og hvort það hafi verið einhver á undan sem hefði sagt nei við íbúðinni af því þetta hefði verið á jarðhæð og þau hefði síðan skipt skoðun en það var orðið of seint af því að mamma var búin að segja já. Og ég man þegar við fórum úr Norðurmýrinni að skoða íbúðina lengst upp í Breiðholti og mamma var að benda í strætó og var að segja mitt þetta er þarna upp á hólnum og ég hugsaði bara þetta er nú lengst í burtu en það er náttúrulega bara sætta sig við þetta, frábært að vera komin loksins með íbúð eftir alla þessa bið. Og á þeim tíma það var líka eitthvað sem tryggingagjald að greiða sér satt fram tryggingu og það er nú eitthvað sem margir sem leigja hjá félagsbústöðum hafa sennilega ekkert efni á því að þarna erum við að tala svona almennar leiguíbúðir fyrir þá einstaklingar sem eru fjárhagslega og félagslega ekki á besta staðnum til þess að geta greitt fyrirfram tryggingagjald. En ég veit til þess að velferðarráð hefur verið að lána og styrkja varðandi þetta tryggingagjald eins og almennum leigumarkaði og ég veit ekki hvort það sé bara orðið svo langt síðan og sé þá kannski komnar breytingar á. En þannig að mér langaði kannski að byrja á þér Laufey og spyrja þig þá hvort að þetta hafi breyst og varðandi tryggingagjald og svona hverfið og svo ég kynni viðmælendur þá er Laufey Ólafsdóttir og Eva Pálsdóttir hér hjá okkur en þær eru leigjendur báðar hjá félagsbústöðum og við ætlum svona að einblína á milliflutninga hér í umræðum dagsins og Laufey, hvað þetta með að greiða tryggingagjald, ég held að heiti pottþétt það. Var þetta við lýði þegar að þú fékkst þína íbúð og manstu hvað langt síðan og hvernig er svona með staðsetning og hverfi? Er alveg tekið tillit til þess að kannski ekki öll hverfi henti eða hvernig svona virkar þetta eða er maður kannski bara opinn fyrir öllu því að húsnæði er bara húsnæði og maður kannski tekur öllu fagnandi? Já, þetta er náttúrulega mjög misjafnt bara hvaða kröfu fólk setur fram en þegar ég fékk fyrstu úthlutun held ég 2004 þá var ég búin að bíða í 3 ár eftir íbúð og
Það í raun og veru fór ég ekkert inn í, eða þú veist, fór ekki á virka bið fyrir en bara ég var bókstaflega heimilislaus. Og já, með staðsetningu og svona, það var reyndar þegar að ég var sem sagt, komin í virka bið, eins og það heitir, þá allavega minn félagsráðgjafi hafði alveg skilning á því að ég gæti ekki verið í hvaða hverfi sem og þannig að ég bara gaf henni upp þau hverfi sem að ég treysti mig til þess að vera í og hún þá bara tók út þau hverfi sagt, og tilnefndi mig bara í sagt, íbúðir í þeim hverfum. Og þetta náttúrulega kerfið einhvern veginn þannig að það eru félagsráðgjafarnir fá held í lista yfir þær eignir sem eru til úthlutunar og sjá sko hvort að það sé eitthvað sem hentar þeirra skjólstæðingum, þá sé ekki alveg 100%, ég hef ekki fylgst með þessu gerast en það er eitthvað svona kerfi þannig að félagsráðgjafinn minn allavega hringdi alltaf í mig ef að það kom eitthvað upp sem að hentaði mér bæði með stærð og var þá held ég að bíða eftir 4 herbergja og í vissum hverfum og þannig að en þú veist það er náttúrulega því fleiri hverfi sem þú ert með á þínum lista þá náttúrulega eru líkurnar á að þú fáir úthlutun meiri af því að það er náttúrulega alltaf bara takmarkað magn af íbúðum sem eru til úthlutunar hverju sinni. Þannig að þetta er alltaf svona spurningum sko hvort þú, hversu lengi þú ert tilbúin til að bíða. Þú veist, hvort þú treystir þér til þess að vera hvar sem þetta er náttúrulega fer líka eftir því, þú veist, ég til dæmis bíllaus og það svona takmarkar aðeins meira, þú veist, að maður þarf að vera nálagt til dæmis fjölskyldumeðlimi sem maður þiggur aðstoð frá eða sem hjálpa manni mikið, eitthvað svo leiðist, þannig að það er vont að þurfa alltaf að ferðast, þú veist, kannski klukkutíma með strætó til að nálgast hana aðila eða eitthvað svo leiðist, sko. Þannig að það eru náttúrulega alveg gildar ástæður fyrir að fólk geti ekki bara verið í hvaða hverfi sem En já. En þetta hefur, sem sagt, held ég aðeins breyst, svona opinn skilningur. Tryggingin, jú, það var trygging þegar ég flutti inn og mér minnir að kerfið hefur verið þannig að maður fékk sem sagt maður fékk lán held ég fyrir eða styrk lán eða styrk fyrir þessari tryggingu sem þurfti að greiða en það var einmitt svo var kerfinu breytt þannig að núna þarf ekki að greiða þessa tryggingu held ég alveg örugglega en já þannig að því ég man að ég fékk sem sagt trygginguna greidda tilbaka. Já. Á einhverjum tímapunkti. Og þá var þetta sett upp í leigu. Skuldaði eitthvað smá og þá var þetta sett sem hentaði mjög vel á þeim tíma. En já, þannig að tryggingin sem þetta ekki lengur og það er búið að sveigja aðeins þessar reglur. Að mér skilst að það hefði verið mjög stíft áður og þú þurfti bara að taka það sem bauðst. Mamma fékk að mig hjálp frá fjölskyldunni varðandi þessa tryggingu en hún svona skynjaði að þetta væri pressa að taka þessu og svona já, ef ég skil hana rétt þá er hún mjög glöð með það en þetta er svona mann er náttúrulega stillt upp við vegg að þetta er ekki endilega mikið val sem þú hefur þó þú sért náttúrulega kannski ánægð með að fá loksins húsnæði eftir allan að biðtíma sem er næst í 3 ár hjá mörgum, að þá er þetta einmitt kannski ekki alltaf íbúðin sem að hentar. Hvernig, Eva, hefur þetta verið hjá þér? Eva, já. Já, ég varð heimilislaus í 6 mánuði, meðan ég beið eftir íbúð hjá þeim. Og var með 2 einhverja stráka hjá mömmu á meðan og fæ svo úthlutað bara síðustu úthlutun fyrir sumarfrí. Ég reyndar var orðin það örvæntingafull að ég
fór í fjölmiðla með það, að ég væri heimilislaus með 2 börn. Þá fékk ég bara vikuna eftir með þeim skilaboðum að þetta hefði ekki verið út af því að ég hef farið í fjölmiðla. Heldur hefði hún bara ekki mátt segja mér að það væri að koma að mér. Og þegar ég fæ að sjá íbúðina hennar, þá lendi ég bara í algjör áfalli. Að ég sótti 4 herbergja íbúð og fæ 4 herbergja íbúð, en 3. herbergið í raun og veru eldhúskrókurinn og eldhúsið hálft og bara svona hálfgerð dimm kompa með eldhúsinnréttingu. Ég var bara í svo slæmu ástandi þá að ég sagði ekkert, ég bara tók henni. Var bara fegin að allan að losna við heimilislaust, við að vera heimilislaus. Já. Þannig að þú varst þarna komin inn og hugsa bara ég tek þetta. Já. Þá ég komin með eitthvað, en svo sérðu þetta og þá það ekki eitthvað sem að hendar. Nei, það hendar mjög illa með þessi einhverju börn. Eins og yngri sonur minn eldri á einhverju róinu og ekki svo hamlandi lífið, en yngri hann með mjög mikið af skyntruflunum og mikið erfiðleikum. Og það var bara til dæmis eldhús og hann finnst rosalega gaman að baka, en hann getur ekki staðið svona þétt að gera eitthvað saman. Og svo eftir að ég hefði búið hana í svona ár, þá flytur fólk inn á efri hæðina fyrir ofan mig. Og eftir það hefur bara verið truflun, þau eru ekki með háværa, þau eru ekki hávær, það ekkert að. Það bara umgangurinn, það gengið mér þungt og heyrist þeir allt niður eftir að þau flutt inn. Þannig að mig grunar að hafa verið gert eitthvað við gólfið, þannig að demplun í gólfinu hafi ekki verið næg þegar þau breyttu gólfinu. Og þá fæ ég bara nóg og sæki að fá milliflutning. Og þá ég náttúrulega ekki búin að búa ná lengi. Ég var búin að búa í 3 ár í íbúðinni áður en ég má sækja milliflutning. Já, því það eru reglur og skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að geta óskað eftir því að fá í rauninni milliflutning. Já. Já. Og þá náttúrulega bara, þá skrifa ég umsóknum undanþágu. Og ég fæ hana. Þannig ég fæ að fara á milliflutning. Já. Þannig að ég búin að vera á milliflutning núna síðan í lok nóvember. Að bíða svo satt. Já. Og ég hef ekkert vonaði að fá íbúð neitt á næstunni. Hún segir alveg að hún ætla að tilnefna mig þegar hún sér íbúð sem hendur okkur. En það sem maður hefur heyrt af öðrum í félagslegu húsnæði, hefur maður alveg heyrt bið á milliflutningi upp í 7 ár. Þannig að þú veist í rauninni ekkert hver staðan er, þú veist ekkert í rauninni hvenar það kom eitthvað, hvort það kom eitthvað, þú veist hvenar þess að vænta í rauninni. Nei, í rauninni ekki, og þó að þetta hafi rosalega erfitt fyrir mig að búa í þessum aðstæðum, að þegar umgangurinn uppi truflar svefninn hjá mér. Já. Og ég eins og í veikindaleyfi frá vinnu, hreinlega út álagi. Það hjálpar náttúrulega ekki að þau fara seinna að sofa en ég og vakna fyrr en ég. Og ég vakna við bara leið og þau fara röltu um. En hvernig finnst þér skilningurinn varðandi þessar aðstæður? Þú veist, hvernig finnst þér vera mikill skilningur þegar þú greinir frá því að þarna ertu náttúrulega ekki að segja eitthvað svona, mér líkar ekki við að búa þarna út af útsýninu. Þú veist, þarna eru mjög málefnalegar ástæður fyrir því að fjölskyldan geti ekki búið þarna. Þú veist, finnst þér vera skilningur fyrir því? Sjálfur félagsráðgjafinn, mér finnst þægilegt að tala um hana og hún
virkar svona alveg, eins og fyrst þegar ég kem til hennar með þetta, þá segir hann bara við mig af hverju sagðir ekki neitt strax þegar þú sást íbúðina, hvernig leið með að fá hana. Og ég náttúrulega útskýrði bara fyrir henni að þá hefði ég bara verið of veik andlega til þess að geta farið í henni slag. Ég þurfti bara að komast í húsnæði. Og svo Hvað segir það? Það var eitthvað tækni, afsakið, hvað segir það? Heyrðist eitthvað tækni? Ef hún segir sko að hún virkar mjög svona skilningsríka að það sé erfitt, en svo segir hún við mig að þú veist ekki hvað þú færð eða bara aðra íbúð, þú veist ekki hvernig ástandið þar. Já. Og eins segir hún líka svona, já, maður heyrir náttúrulega alltaf eitthvað. Og ég reyndi að segja, þetta ekki fyrsta fjölbýlishús sem ég bý í. Og ég heyrði náttúrulega ekki í honum eða þeim sem bjuggu áður. Það var ekkert truflandi. Þannig að mér finnst þú sveiflast álda milli svona skilningsleysi og sína skilning. En svo upplýði ég samt líka rosalega mikið hjá henni að hún bara föst í kerfi. Fengi hún að ráða, þá myndi hún náttúrulega hjálpa. Rót vandans að það ekki nógu mikið af íbúðum, að því það svo margir, annars vegar þau sem að bíða eftir að komast í íbúð og svo allir hinir sem að bíða eftir íbúð sem hentar. Þannig að meðan það í rauninni 2 biðlistar og ekki nógu mikið af íbúðum, að þá þetta svo flókið. Já, og maður finnur það alveg að tala við hana, hún sem ég með hún mjög flott í þessum samskiptum, og þegar maður tala við hana þá sýnir tjáir hún alveg skilning fyrir erfiðum aðstæðum. En hún náttúrulega bara bundin á höndum og fótum. Já. En nú hefur maður líka upplifað að leigjendur hafi svona skynjað að þetta gerist hægt í kerfinu og mér skilst að leigjendur hjá Reykjavík og borg, hjá félagsbústöðum, ef að þau finni sjálf íbúð og nái að skipta á íbúð, að þá í rauninni megi skipta. Og Laufey, þú ert hjá félagi leigjenda hjá félagsbústöðum og þar var haldinn nýlega aðalfundur og þið eruð það ekki með þessa Facebook, eruð þið ekki með Facebook-hóp eða eitthvað svoleiðis? Ég að skilja rétt og getur sagt mér aðeins nánar frá því hvað felst í þessum svona svokölluðu íbúðaskiptum og hvernig það virkar? Já, einmitt, það við erum sem sagt blokkin félag leigjenda hjá félagsbústöðum. Vorum að halda fyrsta aðalfundinn núna bara í fyrradag og erum sem sagt búin að vera starfandi í ár sem félag. Við erum reynda búin að vera aðeins lengur til svona sem hópur en erum núna sem sagt komið með formlegt félag og með kennitölu og allt svona, þannig að við svona erum að reyna að koma í gang starfi. En við erum sem sagt með á Facebook, við erum bæði með spjallhóp og þar sem að leigjendur geta bara, talað sín á milli, alls konar sem kemur upp og þá bara gefum við hvort það eru ráð og svona, af því að þetta náttúrulega, við erum alltaf að lenda í svipuðum hlutum. Og og svo erum við nefnilega, við ákváðum, þetta reynda búið að vera eitthvað sem við höfum talað lengi, en komum bara á fyrir 2-3 vikum og það svona skiptisíða. Af því að það leyfilegt, leigjendur mega skipta sín á milli. Af því gefnu að, báðir hafa, stærðin á íbúðinni sem þú tekur við sé eftir þinni fjölskyldustærð og þú hafir síðan heimild fyrir þeirri stærð. Og og það líka annað sem sagt að ef að fólk skiptir bara svona sín á milli þá sem sagt hún ekki standsett, þú bara tekur við henni í því ástandi sem hún þannig að þeir sem að gera þetta, þeir náttúrulega bara vita af því að
það ekkert, þetta án milligöngu félagsbústaða, fyrir utan að þú þarf náttúrulega að fá leyfi frá þeim og gera nýja leigusamninga og svona, en þess fyrir utan þá þetta algjörlega á þína ábyrgð, þú tekur við íbúðinni í því ástandi sem hún og svo framvegis. En já, við erum komið með þessa síðu sem fólk getur bara einfaldlega skrifað, bara texta, bara post með íbúðina sem að það í og hvernig íbúða vantar. Það eru rosalega margir að bíða eftir minni íbúð, fólk sem kannski, börnin eru flutt að heiman og það er alveg slatti af fólki sem ég hef heyrt í sem að einmitt kannski orðið 1 í 4 herbergja íbúðum en búið að vera á bið eftir milliflutningi kannski í nokkur ár. Og svo á móti kemur kannski fólk sem í of litlum íbúðum fjölskyldunar hafa stækkað. Þannig að það eru kannski 4 í 2 herbergja íbúð eða eitthvað svoleiðis, eða 3 herbergja. Þannig að það er svona allur gangur á þessu. Þannig að en þetta náttúrulega, ekkert einhver rosalega lausn. Þetta getur verið lausn fyrir einhverja þessi skiptisíða og við vonum að það verði lausn fyrir einhverja. En þetta er náttúrulega bara byrjunin og náttúrulega það sem að þarf að virkilega gerast að þessi milliflutningar séu gerðir aðeins effektívari innan félagsbústaða. Þetta nefnilega fer í sama úthlutunarferlið og fyrstu úthlutanir. Þannig í raun og veru ef þú ert í bið eftir milliflutningi og ert tilnefndur þá fer það í sama pott og nýjar úthlutanir. Þannig að þú ert í raun og veru að keppa við fólk sem heimilislaust og býr á götunni eða inn á ættingjum eða eitthvað svoleiðis og að bíða eftir fyrstu íbúð. Þannig að það svolítið hörðsamkeppni. Þannig í raun og veru milliflutningarnir hafa svolítið setið á hakanum og þess vegna það eru svona margir, þú sagðir rúmlega 300 sem í bið eftir milliflutningi og það náttúrulega slatti af fólki. Mér minnir að sé 310 í júní og svo 664 sem eru skráðir á listanum, bara listanum. En maður heyrir orðið tilnefndur eða tilnefningar ég oft í þessu ferli. Og ef ég fæ kannski að spyrja þig, Eva, hvað svona felst í þessu eitthvað, ég fekk að heyra að ég væri tilnefnd, en svo kannski fær maður ekki íbúð. Það bara verið að segja manni að maður hafi komið til greina? Þetta hljómar smá eins og eitthvað svona happdrætti og þú gætir unnið eða gætir ekki unnið. Ég svona átta mig ekki alveg nákvæmlega á ferlinu á bak við þetta. Mér skilst að þetta hafi verið svona að það fer einn félagsráðgjafi frá hverju þjónustusmiðstöð á fund með listan yfir þeim sem það ætla að tilnefna, sem eru komið nóg marga punkta til þess að vera tilnefndir. Og þar skilst mér að það sé bara svona dálítið happ og glappi, hvernig þær ná að tala saman næstu íbúð. Þannig að það eru margir tilnefndir fyrir eina íbúð og svo rætt nú veit ég ekki hvað liggur bak við ákvörðunina, en að þá ákveða þær á fundinum hver fær þessa íbúð. Þannig að kannski í hverju hverfi frá öllum þjónustumiðstöðum kannski einhver sem efstur á lista með íbúðunum sem eru lausar, að þá svona kannski vera að meta út frá þörfum. Og ég hef einmitt séð að því ég hef dálítið verið að skoða listana og tölfræðina á bak við þetta og það svona tölfræði vefur velferðarsviðs og ýmislegt sem liggur á bak við þá greiningu og þá talað einstakling og fjölskyldu í þörf og svo í brýnni þörf. Og mann alltaf átta sig á því að aðstæður geta verið mismunandi en svona að þurfi náttúrulega forgangsraða en það eru náttúrulega allir á þessum lista í gríðarlegri þörf. Þannig að þetta alveg svona orðið rosalega flókið þegar að við erum komin með svona marga sem einhvern veginn í rauninni að keppast svona fáar íbúðir. Þannig að
maður spyr sér í rauninni sko hvað, af hverju erum við ekki bara að byggja meira, og ég sá til dæmis að félagsbústaðir er í rauninni félagi sem er ætlað að halda utan þessar leigueignir en sé í rauninni líka heimilt að byggja íbúðir og núna veit ég ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta er gert í löndunum í kringum okkur en vitið þið eitthvað hvernig svona er haldið á spöðunum í nágrannaþjóðunum sem að við berum okkur oft saman við í þessum málefnum? Sko, ég hef búið í Danmörku og þar nota þeir aðalega húsabótakerfið. Þannig að flestir þeir finna sér bara íbúð og fá húsaleigubætur upp í þannig þeir meta bæði verð á íbúðinni og stærð, hvort hún henti fjölskyldunni og svo tekjur. Og út frá því þá fær maður eins og ég var að fá alveg helminginn af húsaleigunni í húsaleigubætur. Þannig að ég þurfti ekki að borga það miklu húsaleigu út frá eigin tekjum. Það sem ég bjó í Danmörku á Jótlandi, þá voru þeir ekki með neitt svona eins og félagsbústaði. Það var þetta bara almennur leigumarkaður og það er náttúrulega meira svona leigufyrirtæki sem eiga hellinga íbúðum. Og þau voru heldur ekkert neitt rosalega dýr. Held samt að það hafi ekki verið non-profit, en þau voru ekkert svona að okra fólki. Þau voru bara með svona þokkalega húsaleigu á meða við húsnæði og staðsetningu. Það er einmitt talað að leigan eigi að vera ekki meira en 25% af ráðstöfunartekjum, þannig að það er oft miklu meira. Já, það er hér eins og hér að ég með leigan hjá mér er alveg næstu 50% af ráðstöfunartekjum. Vá. Og einmitt, þetta er alveg sko, þó að maður sé komin inn hjá félagsbústöðum og þá getur þetta samt verið alveg fljótt að tikka þegar maður er með lága tekjur. Já, það getur það náttúrulega. En Laufey, hvernig nú höfum við til dæmis talað að húsnæðisstuðningur ætti kannski að koma upp í til þess að tryggja að enginn sé að greiða meira en 25% af ráðstöfunartekjum. Er það tilfellið? Nei, það er bara, ég meiri segja sko, mann á tímabili þegar ég var með mjög litlar tekjur, þá var ég að koma úr fæðingarorlofi, ég var óvinnufær vegna veikinda og þetta var hræðilegur tími, þá var ég að fá greitt frá einhverjum 3 eða 4 stöðum og var að fá síðan uppbót frá Reykjavíkurborg. Þetta er einmitt þegar þú ert í fæðingarorlofi þá ertu á 90% af tekjunum þínum. Ég var í 90% starfi áður en ég fór í fæðingarorlof. Þannig að 90% af 90% var fæðingarorlofið mitt sem var alveg bara svona rétt rúmlega held ég hvað heitir það, framfærslan hjá Reykjavíkurborg á þeim tíma. Það eru komin 11 ár síðan, 10 ár síðan fyrirgeð og og svo þegar ég kom úr fæðingarorlofinu og lenti í veikindum þá fékk ég veikinda eitthvað svona sjúkradagpeninga sem voru held í 80% af tekjum síðustu 6 mánaða sem voru þá af fæðingarorlofinu sem var skert, þannig að þetta var bara svona skerðing á skerðingu á skerðingu og þetta var eitthvað, ég fekk uppbót frá stéttarfélaginu og þetta var eitthvað svona rosalegt púsluspil sem einmitt þurfti, svo var alltaf mismunandi endurnýjunardagar og þetta var bara algjör hausverkur ofan á að vera veikur og ég man einmitt þá fekk ég einmitt uppbót frá Reykjavíkurborg af því að ég lenti rétt undir þessum mörkum með allt hitt púslið og þá var ég, man ég að borga samt held ég alveg 90.000 í leigu
og þegar ég var búin að borga leigu og þá fáu reikninga sig á mig sem var bara, þú veist, basically bara síminn eða rafmagn, þú veist, og allt þetta, að því heldur ekki að vera netlaus þegar maður í svona umsóknarferlum, sko, því að þá maður bara samskiptalaus, en allavega, já, og þetta var, sem sagt, mér minnir að ég hefði átt milli 20 og 30.000 eftir þegar ég var búin að borga allt til að lifa út mánuðin með 3 börn. Líka ef maður fær uppbót frá sveitarfélagi til framfærslu, að þá maður mjög tekjulágur. Já. Færslan nú ekki há til þess að byrja með. Nei, akkurat. Ég meina, núna lágmarksframfærslan, rúmlega 200.000 og eitthvað. 200.000. Já, þetta eitthvað í kringum 200.000 sem þú fær útborgað, sko. Og ég meina, þú veist, ef að leiga þenni 90% þá það ansi mikið meira en 25% af ráðstöfunartekjum, sko. Þannig að nei, þetta ekki raunveruleiki okkar. Og ég meina, margir sem að leiga hjá félagsbústöðum á framfærslu eða eru á örorku, eru í hlutastörfum, ótryggum störfum, láglaunastörfum. Þú veist, þetta kúnnahópur félagsbústaða. Þannig að, og eins og húsaleigubótakerfið ég held að það sé einmitt aldrei greitt meira en helmingur af heildarleigunni, sko, samtals. Sem sagt, sérstaki húsaleigustuðningurinn og frá heimil, hvað það heitir núna? Húsnæðisstofnun. Húsnæðismannvirkjastofnun, já, einmitt. Sem sagt, það pluss sérstaki húsnæðisstuðningur úr Reykjavíkurborg, ég held að þetta dekki aldrei meira en helmingin af leigunni, svo ég held að sé hámark 90.000 allavega. Já, akkurat, og já, og það einmitt, þetta fer líka eitthvað eftir leigu upphæðinni. Þannig að já, það þó þú sért með allan stuðning í botni, þá ertu samt, þú veist, getur alveg verið að borga rúmlega helming af innkominniðinni, sko. Og svo geta íbúðir hjá félagsbústöðum verið breytilegar í verði eftir staðsetningu hverfa, en Laufey, eru þið í íbúð í hverfi sem að hentar ykkur? Ekki alveg nógu vel, þú veist, það gæti alveg verið að vera. Ég einmitt búin að vera á biðlista eftir milliflutningi í 5 ár og það var einmitt helst út af hverfinu, sko, ég ekki á bíl, eins og ég segi, og það bara, strætósamgöngur eru ekki góðar í hverfinu, en þú veist, það svo sem alveg stutt í búðir og allt það, sko, þannig að, og maður náttúrulega komið með ansi mikið leið á að flytja, þannig að ég myndi ekki fara í hvað sem en myndi henta mig betra í öðru hverfi. Og þess vegna náttúrulega sótti ég flutning uppalega, en það eru 5 ár síðan og ég held ekki að ég hafi verið tilnefnd einu sinni. Af því að það hefur bara ekki komið upp neitt sem hentaði, og þegar það hefur komið upp, þá hafa einmitt víst verið raðirnar af fólki í mun verri stöðu, þannig að ég hef ekki fengið ennþá neitt tilboð. En hvernig virkar þetta ef ég spyr þig, þarf maður reglulega að vera að minna á sig, eða umsóknin bara helst hún ennþá í gildi, bara maður sækir og þá þetta bara alltaf einhver umsókn sem ennþá í gildi, eða svona hvernig virkar þetta í rauninni? Já, umsóknin alltaf í gildi, en þú þarft að minna á þig reglulega, ef að getur örugglega. Nei, ég ætla bara að segja það saman. Já. Hvernig minnir maður á sig? Hvernig best að minna á sig? Sko, ég bæði hringi og sendi tölvupóst. Já. Það bara einmitt að bögga félagsráðgjafann, ég held að það sé þannig minnir maður á sig. Og ef hún ekki við, hún eða hann ekki við, þá náttúrulega bara eða tölvupóstur og hringja á félags á þjónustumiðstöðina, sko. En það sem ég sé svo í þessu einmitt, sko, að því að
ef maður vill sækja milliflutning þá þarf maður að færa rök fyrir því af því annars getur maður ekki sótt milliflutning fyrir en eftir einhvern x langan tíma og það svo mikil stéttskipting í rauninni vali. Allt val tekið af þér leið og hefur ekki pening. Þá mátt ekki velja hvar þú býr, þú getur ekki valið og hugsa einhvern veginn svona, já, ég ætla bara að finna mér íbúð í þessu hverfi og það verður svo notalegt að búa hér. Og svona ef maður snýr hlutunum dálítið við, þá einmitt erum við aldrei með neina nefnd sem að ákveður það hvort að einhver rík fjölskylda megi kaupa sér fasteign í ákveðnu hverfi eða eitthvað svoleiðis. Þannig að manni líður stundum eins og þetta sé dálítið gamaldags að við séum einhvern veginn með nefnd sem að sé að meta það hvort að einhver fjölskylda fái að búa þarna og auðvitað þetta snúið þegar það eru margir í þörf og við þurfum að tryggja að allir fái náttúrulega íbúð sem að hentar þeim en á sama tíma spyr maður sig það í lagi að það sé svona margir á biðlista. Það náttúrulega ábyrgð sveitarfélaga að tryggja að allir komist í húsnæði þannig að af hverju erum við með biðlista af fólki sem að bíða eftir að komast í íbúð og meðal biðtíma eftir húsnæði á síðustu ári var 32 mánuðir en ég ætla að reikna það út að það voru 2 ár og 8 mánuðir meðal biðtími og þegar ég var 10 ára að þá biðum við með ykkur í tæp 3 ár og þetta svona það sem ég heyrt frá flestum í kringum með að biðtíminn hafi verið næst í 3 ár. Þannig að sko líka bara hvað fólk að gera meðan og líka þaldi kannski að maður skynjar oft viðhorfið varðandi milliflutning að það sé oft svona þú ert komin í tryggt húsnæði og að milliflutningur sé metið sem eitthvað svona ekki einspringt. En þetta náttúrulega eitthvað, maður þarf að líða vel í sínu eigin húsnæði og þegar að húsnæði hentar, bara alls ekki. Að þá ætti það náttúrulega að vera forgangsmál að koma öllum í húsnæði sem að hentar þörfum einstaklingsins og fjölskyldunar. Þannig að eru þið með einhverjar svona hugmyndir að lausnum og eins og ég hef oft líka heyrt í umræðinni það verið að tala þegar að vera að standsetja íbúðir að það kannski taki tíma sem náttúrulega skiljanlegt en kannski þarf að ég veit ekki, tryggja betri yfirsýn eða kannski megi flýta því betur þegar einhverja flytja úr íbúð og það verið að gera hann upp svo nýir geti komið inn. Þannig að ég bara leita til ykkar varðandi lausnir ef það eitthvað sem að þið hafið að lokum. Þegar stórt spurt. Já, það nefnilega það. Það dálítið erfitt að koma með aðra hugmynd en að fjölga íbúðum. Allavega. Það það sem þarf að gerast. Ég held að ég geti alveg tekið undir það, sko. Þetta náttúrulega mjög erfitt þegar það er nú þegar skortur. Þú veist, eins og þú sagðir, þá eru rúmlega 600 manns að bíða eftir fyrstu úthlutun. Hvar þetta fólk? Það er á almennum leigumarkaði, það er í ótryggu húsnæði, það er búandi inn á vinum og vandamönnum. Þú veist, þannig að já, þetta er, þú veist, þetta bara meikar engan sens ef maður á að segja eins og og ég meina, þú veist, með milliflutningana, ég meina, maður ekkert að leika sér að því að flytja, það ekkert ólega gaman að flytja og sérstaklega, þú veist, við erum í langflestum tilvikum fólk sem hefur þurft að flytja mjög oft ævina og ég finn það alveg sjálf á sjálfri mér, ég meina, þú veist, áður en ég fékk fyrstu úthlutun hjá félagsbústöðum, þá var ég búin að búa á ansi mörgum stöðum og maður ofboðslega svona, veist, þegar maður flytur inn í nýtt húsnæði þá maður alveg heilengi að taka upp úr kössunum bara því að maður svo, veist, maður svo orðin eitthvað svo markaður að þessari reynslu, þessu rótleysi og ég sé það líka alveg á börnunum mínum, sko, að það alveg, þú veist, þetta skilur alveg eftir sig smá svona merki, þú veist, þetta rótleysi að vera alltaf, þú veist, því að þegar ég var til dæmis á almennum leigumarkaði, við vorum að flytja árlega og elsta dóttir mín var í nýjum skóla á hverju ári, þú veist, í 4 ár
og þetta alveg, þó hún hefur verið þannig típa að það var, þú veist, það var auðveldara heldur en með marga, ég meina, svo, þú veist, ég hefði ekki getað gert þetta til dæmis með yngri börnin mín, það hefði ekki verið, já, þægilegt, en þú veist, þetta samt alveg bara, þetta skilur eftir sér svona mark á manneskjum að þetta rótleysi og þetta alveg eitthvað sem að Reykjavíkurborg ætti að taka mjög alvarlega. Það bara að fólki sé tryggt öruggt heimili. Menn þetta bara grundvallar atriði í lífi fólks að vera með öruggt heimili. Það það algjörlega og langvarandi félagslegar afleiðingar að hafa ekki öruggt heimili eins og þú nefnir. Nákvæmlega. Og ég held að við getum allar staðfest það af reynslu. Ég ólst upp á leigumarkaðnum, ég var í 7 mismunandi grunnskólum. Akkurat. Já, ég meina, mamma mín keypti í verkamannabústöðunum þegar ég var, held ég, orðin 9 ára eitthvað svoleiðis og það var bara okkar heppni, sko, að hún gat keypt af því að það kerfi var til staðar. Hún hefði ekki getað það ef að verkamannabústaðakerfi hefði ekki verið á sínum tíma, sko, þannig að, en nú búið að taka það, þannig að það sem við höfum með félagsbústaðir og þannig að, já. Já, við þurfum að endurreisa verkamannabústaðakerfið, fjölga íbúðum og já, ég held við höfum þetta ekki lengra að sinni. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir. Hér hefur við verið að ræða félagsbústaði, biðlista, milliflutninga og komumst að þeirri niðurstöðu að eina vitið að fjölga íbúðum. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og þetta var Hin Reykjavík. Takk fyrir.